Og nú umfjöllunarefni línuleg algebra. Töluvert af efni viku 7 var undirbúningur fyrir línuleg algebru. Ég segi ykkur stuttlega frá. Þetta ævaforn list. Kínverjar voru byrjaðir á þessu fyrir meira en 2000 árum síðan. Og svo kemur línuleg algebra aftur til sögunar þegar Fermat og Descartes, þeir voru félagar Mersenne, þessar sem bjó til lögmálin sem við vorum að skoða með Mersenne-gítarnum. Mersenne var svona internetið á þeim tíma, það kom allir til hans með það sem við höfum lært og hann deildi því út. Og þá haldið áfram með línuleg algebru. Svo seinna þessi hérna Japani, það vita það hann, lagði stund þetta og Leibniz. En línuleg algebra verður í rauninni ekki að sér fagi fyrir en á 20. öld, þetta eiginlega 20. aldar afurð. Þá var það eftir 1870 sem menn fara að nota til dæmis viðra og uppgötva krossfeldi og nota þessa tækni sem við erum að skoða. En það tiltölulega nýtt. Og þetta svona uppgötvaðist eiginlega þegar menn fóru að skoða svokallaðar ferundartölur. Það útvíkun á tvinntölunum. Það eru tvinntölur fyrir 3 víddir og það var Skoti sem uppgötvaði það, Hamilton. Og þegar menn fóru að skoða hvað var hann að gera, þá fannst mann þetta að vera svo litið erfitt. En hann komst að því að til þess að vinna í 3 vídd fyrir tvinntölur þá þurfti 4 víddir. Og svo þegar menn fara að reyna að einfalda þessa hluti og svo framvegis, þá það svo gengur að gerist, það sprettur oft upp einhver svona ný hugmynd og ný fræðigrein. En svo kemur ljós fyrir svona 20 árum síðan að til þess að geta unnið hratt og vel með til dæmis alla þessa tölvuleiki eða bíómyndir og hvað hann heitir sem að byggja svona á þessar nútímatækni. Þá þurfti mann aftur að fara í ferundatölunar því að það eru eiginlega hraðvirkari heldur en fylki og annað sem að sprettur úr síðan vigurum og krossveldi. Fylkin verða eiginlega til. Hér æfing 1 og hér er búin að taka saman. Þetta bara hlekkur á overleaf. Það sem eru 4 eða 5 myndbönd með Gilbert Strang, hann stærðfræðikennari hjá MIT og þetta tekið upp kringu 2005. Gilbert Strang, hann hefur verið leiðandi kennari í þróun línulegrar algebru, ákaflega vinalegu maður og þannig verið að taka upp af töflunni þegar hann að kenna. En ég ætla að við að skoða 2 fyrstu myndböndin hjá honum og svona hafið orðið góða tilfinningu fyrir hvað þetta snýst um. Og svo hér bara aftur æfing sem við ætlaði að skauta í gegnum. Við náttúrulega þekkjum orðið það að fara inn á MathWorks, það MATLAB hýst. Það bara ágætt þegar maður að kynna sér skipanir eða annað að nota í skipanagluganum, slá inn dokk og help. Þá yfirleitt orðið heilmikið upplýsingum tilteknar spurningar, skipanir eða aðgerðir. Þeir eru búin að skoða Gilbert Strang aðeins. Það var ágætt að ljúka við hvort það voru 59 eða 63% af gagnvirku námskeiði, svipað það verið að gera í Jóni. Það kynning á línulegri algebru. Þetta tiltölulega stutt námskeið. Og síðan hér þetta skilaverkefnið, þá erum við að kynnast þessari skipun hérna. Implicit með F fyrir framan, að teikna fólkið. Það ætlaði að teikna allir þetta með hringi. Hérna almenn framsetning á hring. Þá sjáum við að þetta forminu x í öðru pluss y í öðru jafnt og geisli í öðru veldi og svo hérna miðjan á hringnum, x0 og y0, það hliðrunin. Og þegar maður notar þessa skipun þá við tökum til dæmis bara hringinn með miðju í 0,0 og einhvern gefinn geisla, einhverju tölu sem maður slær inn, þá skilur maður 0 eftir á hægri hliðinni, færir allt yfir á vinstri hliðina. Þess vegna skrifa maður bara beint. Þetta þetta @merki. Þetta þýðir að við erum með 2 breytur x og y. Ef við skrifum jöfnuna inn svona, mínus r í öðru, þá er það 0 hérna hægra megin. Þessa skipun notum við líka mikið þegar við förum í svokallaða fólgnadeildun. Svo línu þá, lína einhvern veginn þessu formi í línulegri algebru. Línulegri algebru alveg sama það, hvor háðabreytan og hvor áhugabreytan. Það hefur engan áhuga að gera upp á milli. Við lítum á það þannig í stærðfræðigreiningu að lína einhvern veginn þessu formi. Við horfum á þess að hérna jöfnu og umrýtum hana þá. AX plus BI jafnt og C. Til þess að sjá hver hallatalan þá myndum við umrýta hana svona. Upsilon mínus, hérna höfum við þá C og deilum alls þar í gegn með B-nu sem ekki 0.
og A hér á móti B, X plus Y. Þetta er jafngilda jöfnur. Svona líta jöfnur út í þessari hefðbundnu stærðfræði. Lítum á þetta sem óháða breytu, við stingum en X-um og fáum út einhver Y. Í línulegri algebru þá okkur alveg sama hverju óháð og hverju háð. Þetta er auðvitað. Og á sama hátt þá skilið eftir 0 á hægri hlið þegar við teiknum. Og hér bara sýnd notkun. Svo segir maður svona aðeins frá. Hérna ætla ég að teikna línu. Hérna ætla ég að teikna hring með þessari skipun sem við erum að kynnast. Við sjáum formið hér. Og nú getum við notað þetta svona svipað og í strökt skipununum. Það er lína og hér getum við séð hvað við höfum að skrifa á merkimiðana. Þetta á að birtast. Hérna stýrir maður litum til dæmis, lína.color. Þetta er RGB, þessi er þá blár, já, alveg blár, ekkert rauður og ekkert grænn. Svo stýrir maður hér þykktin á línunni og nú tökum við fyrir hringinn með þessu skúfukerfi sem við sjá þarna í síðasta kaflanum í MATLAB myndböndunum sem að Jón heldur. Hringur, gefðu nafnið, skráðu það svona, stýrðu hér þykkt línunar. Hérna förum við í næstu skúfu og veljum lit, RGB, hann er rauður. Skellum það á grind, merkingu ása. Og til þess að sjá hvað GCA þýðir, þá getur maður flett upp doc GCA eða sækja mitt ásana. Svo setjum við á þetta titil. Þetta eru strengir. Þægileg skipun til þess að setja merkimiðana á, bara sýndu þá. Eða stilla þessa skipun hér. Ég er búinn að skýra get current axis ásar og þá er þetta aftur svona strökt skipun. Þá gefum maður strengin, origin og átt hérna líka ásar. Upsilon, stórt upsilon, axis, stórt location, origin. Hérna stýrum við bara stærð. Svo er ég hættur að teikna. Ég byrjaði hérna með hold on, teiknaði það, þess að bæði hring og línu. Hér nota ég skipunina axis equal til þess að hringurinn verði ekki eins og sporbaugur. Hér nota ég gamaldags skipun til þess að prenta. Það er betra að nota þetta eins og Jón var að kenna okkur. Setja print og ísvíða hérna. Nafnið og gerðina hérna fyrir aftan. En þetta á sem sagt að vera EPS mynd. Hún á að vera lit, síðastandur fyrir color. Ég ætla að kalla þessa mynd lín og lín, línuleg og línuleg. Og hún á að vera F-skrá. Og þá teiknar hún þessa mynd fyrir okkur. Og það er eins og með annað að það tekur alltaf smá stund að æfa sig á þessum MATLAB-kóðum til að byrja með þeim. En mæli með notkun á þessum skipum. Þetta hérna er tiltölulega nýtt í MATLAB. Þá getur maður smíðað pöll, það getur verið stór og löng og annar staðar. Þá sækir maður þau hérna með þessari skipum. Þetta vera svona beint af augum, það er bara að framkvæma og við erum að kynnast þessum hlutum. Hvernig verkar skipunin F-plot? Hvernig verkar skipunin Fimplicit? Hvernig fæ ég upplýsingar um það hvernig að nota liti í MATLAB? Nota doc eða help. Og þessi hérna skipun fyrir merkimiðana. Hvernig nota maður hana? Það er rauninni þetta hérna sem maður notar langmest. Það er að fá leiðbeiningar frá þeim sem að skrifa MATLAB. Þetta er rauninni MATLAB bókin, dokumentari. Og ég hvet ykkur eins og alltaf að skrifa kóðan, fá til buttana. Nú erum við búin að sjá þessar aðgerðir, þetta er kallað dot.f. Í mínum huga er þetta bara kosinus og sinus, nema hvað að þetta er auðvitað ekki tölur-einingalengd. Debilfeldi er einföld aðgerð þegar maður er komið með tölur í fylki. Svo þá horfum maður bara á þær og segir allt í lagi. Maður lítur á þetta sem 2 vigra. Hver er debill af þessum 2 vigrum? Það er A1 sinnum X1, venjuleg margföldun, plus úr næstu vít A2 sinnum X2. Hérna það skrifa bara út. Og hérna eru aðri 2 vigrar, A og B. Það er einhverstað svona bara. Annar er hér og hinn er hér. Kannski er þetta A, þetta er B, stöðuvigrar. Við gefum þessi skipan til dæmis í MATLAB. Þá þurfum við nú reyndar að hafa sviga hér. Þá erum við að sópa frá öðrum til hins. Tala sem er rúmfræðilega túlkuð sem flatarmál samsíðungs. Og í þrívít þá getum við líka verið með debilfeldi og krossfeldi.
Og hér vígurinn A, skrifa liðið hans 1, 2, 3 og hérna vígurinn X og liðið hans 1, 2, 3 og D-bill alltaf eins, D-billfeldið A1 sinum X1 pluss næsta vít A2 X2 pluss margveldi þannig að næstu vít A3 X3 og þetta tala, sjá þetta bara tala, hérna verða margvelda saman það tölur í hverju vít og það skila tölur, þetta allt bara tölur. En ef við tökum ákveðu af 2 þrívíðum, þá fáum við ekki tölu. Þá fáum við aftur vígur. Og þessi hérna jafna, þetta rauninni undirstöðu jafna fyrir það að við viljum reikna söfnum upplýsingum til dæmis. Upplýsingum, við viljum segja til að og setja sér fjall. Ég safna upplýsingum hér, bara frá kannski GPS og ég hef alltaf hæðina með líka. Þannig með þessari formúlu getum við að safna upplýsingum rúmmál. Og svo bara ætla ég að taka vara fyrir því að ég nota alltaf A cross B fyrir allar ákveður í öllum vítum. En í flestum bókum A cross B, ég vil bara nota fyrir þrívít. Þið vitið það af því. Hjá flestum öðrum sem að skrifa stærðfræði. Ef þið skrifa A cross B, þá yfirleitt bara átt þrívít. Þetta bara svo ágætt táknmál og segja nákvæmlega einhvern veginn hvað maður að gera þegar maður skoða til dæmis ákveður. Þessi sem þessi, mínus þessi sem þessi. Þegar ég nota þetta. Ég læt þá bara vita af því. Þú ætti bara að athuga með því að telja hvað margir liðir í vírunum, 1, 2, er þetta tvívít eða þetta þrívít. Þannig ég sé ekki mikið að ég að nota þetta tákn. Og svo þetta bara táknmál sem við höfum haft. Yfirleitt þægilegra og auðveldar að reikna fyrst þegar við höfum vígur. Þannig svona, 2 línur, 1 dálkur. Þetta þá táknmáli fyrir það. Það þýðir bara af hvaða gerðan Þá stærð hans tekið fellistalna, það bara liðir x1 til að Pýþagóras til á x1, x2 og regla Pýþagóras segir x1 í öðru pluss x2 í öðru þá þetta q. Það q. Tvíveldistaðla, summa tveggja. Vegna þess að því að maður dregur rót af tölu, þá verður hún yfirleitt óræð, sem getur verið ágætt að tapa ekki upplýsingum. Við verðum að vinna bara með mjög einföld nýtt eins og 1 og 2 og 3 og almenn brot. Að bíða með það að draga rótina þangað til í lokin til þess að tapa ekki auka stöðum millireikningum. Nú ef að lengd vígus 0 þá getur þetta aðeins hafa verið 0 vígur. Og ef við höfum 0 vígurinn þá lengd hans 0. Annars lengd alltaf skilgreint sem jákvæð tala. Þannig að sjá vígur sem hefur lengd sem stærri en 0 og það það ekki 0 vígurinn. Og ef það ekki 0 vígurinn, lesum við einhvern þess að þá lengd hans stærri en 0. Og fjórða atriði, ef við höfum 2 vígra, A, D, B, ef innfeldið þeirra 0 fyrir tvívít, að þá þetta þvestaði. Þá erum við komið með þægilega græju til þess að ákveða eða finna út hvort að 2 vírar séu innbyrðis hornréttir. Við bara notum debilfeldið. Og það svo sem ekki lengi gert, við notum alltaf þessar góðu græjur sem við fengjum frá honum að sjá að þetta hlýtur að vera svona að svona rétt yfir upp hvernig við búum til þörf vígur, ágefin vígur. Það nóg að skoða hérna einingalengd, ég get alveg framlengt hana. En allt í lagi, ég skoða til dæmis, þetta einhver talað T og gefur mig þennan stöðuvígur. Ég hef þá hérna alltaf svona tvíhyrninga. Og þetta til dæmis hornið þeta, þá veit ég samkvæmt reglu Þalesar að þetta helmingurinn á hornin. En ef
Við langar nú í formúlu og þessi vigur, við getum sett svona hatt á hann. Við veitum alveg hvað lið hann hefur. Hann hefur 1 + t í öðru. Þegar ég má margfalda tölu inn í vigur, þá fáum við 1 - t í öðru á móti 1 + t í öðru og svo 2t á móti 1 + t í öðru sem öðru nefni fyrir einhver t er til þeta. Þannig þetta öðru nefni bara kosinus og sínus. En nú hef ég þennan og ég sný þessum hérna, vil snúa þessum 90 gráður. Hvernig verður formúlan? Já, að nota þennan. Það get ég snúið öllum þríhyrningum, þessum. Eða tekið mælinguna t hingað. Ég get líka bara mælt. Þetta er bara eitthvað mæling. Og ef ég tek hann í þessa, svona. Og þá er vesturpunkturinn komin hingað í suður. Þá er ég með sama þríhyrninginu var með í byrjun, nema að þessi mæling hérna, x og eitthvað y, það er að sjá það bara þannig. Þetta er vegalengdin x og þetta er vegalengdin y. Það sjáum við að við hefum kannski teiknað þetta aðeins betur. En ef að þessi hérna mæling er líka tekin hingað og sný þá bara þessum hérna þríhyrningi þennan punkt og þá er y komið hingað. Þetta er y með formi því við erum í fjórðungi 2. Hérna. Og þessi hérna mæling, því ég sný honum hér þennan ás, hún fer hingað. Það við snúum bara kollinum 90 gráður líka, þá sjáum við að ég ætla að búa til formúlu fyrir þvervígur, þessa hérna vígus, hann er hérna. Þá þarf ekki annað en að segja mínus y á móti x. Þá því að við getum búið til alla vígra út frá þessum, bara með því að stekka geisla hringsins, sem ég vil í þennan hérna vígur. Það getur margfaldað með þessari lengd. Og undirliggjandi þríhyrningur er svona, og ef ég sný honum, þá kemur hann í framhaldi af þessum. Þannig það er svona undirliggjandi þríhyrningur undir og við snúum bara miðjuna. Nema hvað, ef við prófum nú til dæmis þessa aðferð, við vitum hér til dæmis að þessir tveir, samkvæmt smíð, eru innbyrðis hornréttir og ef við prófum nú að depla þá eða bita aðgerðinni depilfeldi á þessa tvo, þá kannski bara u dot u þvert verður þá x sinnum mínus í pluss x sinnum í n0. Allt í lagi ef þetta þessi hérna vígur, það er alltaf hægt að skrifa hann á þessu formi hér. Þetta er vígur sem er bara einingalengd, sinnum ykkur tala r sem er lengd vígursins. Og þessi hérna vígur, hann er þá á þessu formi hér. Margfaldað með ykkur tölu sem er lengd vígursins. Það skiptir engu máli hvað eru langir. Þetta er bara spurning hornið á milli þeirra. Mér finnst gott að hugsa þennan þríhyrning hérna sem einhvers konar nál eða stýri sem ég get alltaf snúið þennan punkt. Í þrívídd, sömu hugmyndir. Þegar við sjáum bara vírana x, a, b, þegar er í þrívídd, það stendur hér. Og hvernig er stærð vígursins x? Það er útvíkkuð regla Pýþagórasar. Við skoðum það einu sinni af hverju. Hún hlýtur að vera svona. Þá rissuðu mynd allt í lagi hérna í þrívíðu hitakerfi. Við drögum hérna upp ásækunni svona, x-ás, y-ás, z-ás og hvernig ferðist við eftir því. Þá tökum við einhverja mælingu hér út og einhverja mælingu hér út. Ef að punkturinn er ekki gefinn, við erum að búa hann til og síðan einhverja mælingu hér út.
x, y og z. Og hvernig finn ég punktinn? Allt í lagi, ég ferðast á hingað. Horfum á þennan og hérna með samsíðung. Svo til þess að hérna hæð og legg hana hér og ná. Þannig þetta punkturinn sem verður að reyna að segja frá, sem hann kemur hans út úr blaðinu. Og stöðuvegur hans er náttúrulega mældur frá O, hingað út í þennan. Þannig að þetta punkturinn x, y, z. Og kannski betra að segja því við skýrum þetta á svona x, y, z. Stundum er gott að láta það að vera svolítið stóra. Og þetta er bara x. Hérna er y á bakvið og hér er hæðin z til þess að tákna inn almenna punkt. Hér er þetta alltaf 90 gráðu horn. Og hvernig sé ég hvað hann er langur? Nota ég reglu Pýþagórasar. Ég byrjaði að ferðast hér í x í planinu. Ég veit að x í öðru pluss y í öðru er einhver tala r í öðru. En hér er ég aftur komið með réttinda þríhyrning. Maður lætur bara ekki þrívíddar myndina blekkja sig. Þetta hér er réttinda þríhyrningur. Ef maður myndi taka x á sinn og snúa honum þannig hann kemur upp úr blaðinu, við sæjum hann ekki sem punkt, þá sæjum við að þessi hérna mynd verður svona. Þetta er r, x á sinn kemur upp úr blaðinu og hér er z, hérna, hér er r og r í öðru, samkvæmt reglu Pýþagórasar, og z í öðru. Hvað er r í öðru? Það er nákvæmlega x í öðru pluss y í öðru. Svo kemur hérna z í öðru, þannig að hér höfum við lengdina. X í öðru pluss y í öðru pluss z í öðru. Af því x í öðru pluss y í öðru er r í öðru. Svo er þá stærðin, þá tökum við rótina burt. Það er bara það sem við erum að segja hérna. Og í línulegri algebru þá er venja að hafa hnýta á svona x1, þetta er y-ið x-ið okkar og þetta er y-ið x2 og þetta er z x3. Og svo er þetta nákvæmlega sama. Og ef við höfum lengd 0 þá getur það bara 0-vegurinn. Það er leiðingin í þess átt. Ef við höfum 0-vegurinn þá er lengd hans 0, það er leiðingin í þess átt. Og alveg sama hátt, ef við deplum a við b, það er enda sama og b depla við a og fá 0, þá eru þessir vegrar, ef þeir eru innbyrðis hornréttir eins og umbótu vegur úr þessum og vegur úr þessum, þá eru þeir, þá liggja þeir á einhverju sléttu og þeir eru innbyrðis hornréttir í henni. Og hérna var ég búinn að snúa sléttunni þannig, ég sé þá liggja á fleti eða sléttu. Þá fáum við mjög þægilega reglu að ef að depilfeldi vegrana er nú líka í þrívídd, það þýðir þessi innbyrðis hornréttir. Hins vegar að því að krossfeldi í þrívídd er vegur, þá fáum við ef við krossum tvo vegra og út kemur 0-vegurinn, sem sagt 0, 0, 0. Þá liggja þeir samsíða í rúminu. Þá höfum við, hérna er A og kannski einhvers staðar langt í burtu er B. En þeir liggja samsíða í rúminu og þeir geta auðvitað verið einn og sami vegurinn. Og þegar við höfum þetta hér, 4 og 5, og þá sjáum við að við fáum hérna ágætisreglu sem við sönnum síðan og eftir að það er að segja því sannið hana. Að við getum búið til vegur úr þessum tveimur, A kross B, og sjáum að hann verður þannig. Hér er A og hér er eitthvað vegur B og núna er þetta í þrívídd. Ef við krossum þessa tvo saman,
þá kemur vígur. Hvar er hann? Hann reisist svona eins og lóðlína upp úr sléttunni sem að A og B liggja í. Hann verður hornréttur á það báða. Hann verður hornréttur á þennan og hann verður líka hornréttur á hinn. Og til þess að fá góða tilfinningu fyrir þessu þá borgar sig að finna þetta út sjálf. Nú þetta er heill vígur hér. Hér er síðan A. Það sem við munum sanna er að þessi tveir eru innbyrðis hornréttir. Það þýðir við getum deplað. Þannig ef A er deplað við vígur sem er hornréttur á hann, þá kemur út 0. Nú þessi hérna, krossfeldisvígurinn eða krossvígurinn, hann stendur líka þver á B. En það þýðir að við deplum B við krossvígurinn, þá kemur út rauntala. Það er það sem er svo gott við depilfeldið að ef við viljum vinna með tölur, þá getum við deplað. Krossinn gefur vígur. Og svo er þetta alveg eins og í tvívítinni A kross B. Ef ég mynda þennan kross, hér er A, hér er B og ég krossaði þessa, þá reisist, ég kalla það lóðlínu, þá sé bara vígur. Ef ég lengi A, þá lengdist hann. Ef ég stytti A, þá styttist krossvígurinn. Hérna, þá er þessa, A, B. En ef ég krossaði hinn áttina, þá kemur krossvígurinn niður. Þetta er eins og að herða og losa. Þetta er stærðfræðin fyrir að herða og losa. Og þetta er stærðfræðin fyrir margt úr eðlisfræði. Síðan kemur Pýþagórsjafna. Tveir vígrar A og B gefnir. Við tek tölugildið af deplinum og lengd af krossinum, setja annað veldi, þá er langhliðin gefin svona. Það er að segja langhliðin verður lengd vígursins A, lengd vígursins B, allt í öðru. Þannig við getum alltaf teiknað svona þríhyrning einhvers staðar í þrívídd. Þannig að þetta er náttúrulega þetta er einhver tala, ég get breytt henni í lengd. Hérna er A, depill B og svo er mér lengd A kross B. Nú erum við að breyta öllu bara í tölur, það er lengdir, svona. Hér er rétt horn. Þá er langhliðin, hún er bara lengd vígursins A sinnum lengd vígursins B. Og í þessum skilningi hugsa maður þessar tölur. Það er skoðum lengdirnar líka sem sínus og kósinus. Við sjáum að þetta getur við kallað kósinus. Kósinus í öðru pluss sínus í öðru er 1. Og sér í lagi er hægt að finna eitthvað horn fyrir þessa mikilvægu jöfnu. Ef við deplum saman A og B og deilum upp í með lengdu þeirra, þá er það kósinus. Og síðan má náttúrulega finna hornið út af því. Þessi hérna regla er ágætt í þrívíddinni. Hún leggur vigran einhvern veginn í sléttu eða á flöt og við sjáum þá flatar hornið þar, þó það sé sjálf sér rúmhorn. Þetta ætlum við að sanna. Það er bara að gera þetta sjálf, það er langt best. Hér er krossvígur, það er að segja A kross B, hérna sjáum við færsluna, það er þessa, það er ekki að kynna. Og við sjáum það í arkatangasverkefninu, hvernig þetta dettur út, annars vegar út frá neglaformúlu og hins vegar út frá bara skilgreiningu á því hvernig á að herða og losa. Það verða að vera þessar tölur í þessari röð og mér samt hvernig þetta er sett fram í bókum. Þetta hér er líka mannlega skrifað sem vígur. Þetta er skrifað þetta hérna sem ákveðu. En þá er þetta A2, A3, B2, B3 sinnum einingavígur eftir x ár. Og stundum sjáum við hattinn bara. Og svo í mörgum bókum er þessi kallaður í með hatti. Ég skal bara skrifa það svona núna til þess að hafa stöðu. Lús. Þá þetta kallað jóð. Við köllum þetta E1, E2 og E3. Þetta er líka ágætt. Og þetta er þá
talan sem stendur hérna við, hann er í annari vídd. Þetta er vígurinn 010. Þetta er þá A3, A1 og B3, B1. Nú, í mörgum bókum er þessum líka snúið við. Þá er látið koma mínus alltaf á jóðið, bara svo þið vitið af þessu. Þannig að þessi er skrifaður upp í röð. Alls konar tilfæringar á þessu, því miður. B3 og B1. Það er engin tvist við það, því þetta er í vídd númer 2. Og hérna þá A3 og A1. Og jafnvel er þessu snúið enn einu sinni og kemur mínus hér finnst ég víxlað á dálkunum. Og jafnvel er þetta sett upp enn einu sinni svona það sem er víxlað á þessum A1 og þetta er allt það sama. Þetta verður A1 og þessi verður þá B3 og svo ræður upp svona. Og A1 eru sett hingað í þessum. Hér kemur A1, A3. Það er bara að víxla, það breytir ekki útkomunni. Og hérna B2, B3. Og þá er svo síðasti, hann er þá skrifaður svona. A1, ef við myndum skrifa þetta beint svona A1, A2 og B1, B2 og þessi sinnum K. Það kemur alveg sama út ef ég víxla á þessum tveim, A2 og B1. Margfeldið í krossinum breytist ekki. Þetta er þá A1, A2 og B1, B2. Og skiptir eiginlega engu máli hvaða minnisreglur þið setjið ykkur. En ég vil þið sjáið hitt. Ég sé þetta fyrir mig svona. En í mörgum bókum er þetta sett upp á þessu formi hér. A2, A3. Hér, það stendur við fyrstu víddina, sko efri línuna, A1, A3 og A1, A2. Og síðan er búin til smíðuð regla. Þá er þetta sett allt svona upp. Þetta er yfir. Og þá setja menn A1 hér, vígranum upp í línu. A2 og A3, B1, B2, B3 og svo setja menn I hér, J hér, K hérna og svo er þessi minnisregla hafði það tökum við þennan kross, hann stendur við I mínus þessi krossömmur hann stendur í jóði og að lokum þessi krossömmur hann stendur í káði. Það er að segja ef maður ætlar að finna tölu sem stendur við vígurinn í er 1, 0, 0. Að finna töluna sem stendur við 1, 0, 0 þá megum við ekki snerta þennan bara við erum að taka þennan. Það er krossað svona. A2, B3 mínus A3, B2. Nákvæmlega sama og kemur út hér. Og ef við ætlum að finna töluna sem stendur við jóðið, þá má við ekki snerta þessa. Númer 2. Þá séu A1, B3, B1, A3 og mínus í formúlu, en það er nákvæmlega þetta hér. Þannig þess að einhverju leið höfum við til þess að muna þessa hluti. Þá skrifa ég 1, ég hugsa ekki þennan, naglaformúlan byrjar hér, 2, 3, A4 sem er A1 og A2, B1, B2 og ég hugsa þetta svona sko. Þessi hérna kross A2, B3,
mínus A3B2. Þannig hérna. Ekki gott að vakna snemma. Þessi hérna kross er hér. Sjáu þið, man kann ekki alltaf að reyma. Þessi kross er hér. Og þessi kross er hér. Hérna. Þetta hér er þessi tala. Svo held ég bara að fá maður að reyma skóna. Þessi tala er hér. Og þessi tala er hér. En sá sem smíðaði þessa minnisreglu, hann hefur viljað gera þetta svona til þess að finna það sem ég geri svona A2B3 mínus A3B2. Set hérna. Hann segir A2B3 mínus B2A3 til að það vera alveg það sama. Það vil næst fara hingað. Nú er það að finna að stendur við bit númer 2 að segja þessi sinnum þessi A1, B3 mínus þessi með þessi. En það er öfugt við það sem er rétt. En ef maður tekur mínus út fyrir sviga, þá kemur þetta rétt út. Og mér finnst þetta ekki betra. En ég vildi bara segja ykkur frá því að þetta er til. Þið notið bara þá reglu sem ykkur finnst þægileg. Og það er sem sagt. Ég skrifa það. Þá tek ég þessa saman. Skrifa þá hingað. A1, B1 og svo tek ég þessa saman. A3, B3. A3, B3. En þá verður að vera mínus hér. Og það er ágætt að vita af þessum. Plús og mínus til skiptis. Því að sumir skilgreina síðan. Þessum svona í hólunum. Við erum á það seinna. En ef maður reymar eins og aðrir gera og eins og ég geri. Þess að svona. Þennan krossaum. Til þess að raða inn í formúluna. Þá þarf maður ekki að spá í þennan mínus. Punkturinn er þessi, að þetta eru bara 2 leiðir til þess að setja upp þessa hérna formúlu. Þetta er það sem kemur út, það sá í arkatangaverkefninu, þegar vorum að herða og losa. Svo er bara spurning, allt í lagi, viltu ekki búa þér til einhverja þægilega reglu eða aðferð til þess að missa ekki sjónar á því hvaða tölur þetta eru. Ég ætla að klára þetta. Ef þið notið þessa reglu, þetta er vigurinn A og þetta er vigurinn B. Þá raðið þið svona upp, þau ætla að finna það sem er í fyrstu vítinni, þá takið þennan og setið hann í ákveð. Næst takið þið sleppið annarri vítinni, þennan í þessa röð og setið hann í ákveð. Og til þess að finna það sem stendur í þriðju vítinni, þá takið þennan og setið í ákveð. Þetta er þá vigurinn 1-0-0, þetta er vigurinn 0-1-0 og þetta er vigurinn 0-0-1. Ef þið reymið beint út frá þessari, þá þurfum við að byrja hér. A2B3, þetta er nákvæmlega sami hluturinn, bara önnur aðferð eða önnur minnisregla. Það gefur þennan beint. Til þess að finna það sem er í vídd númer 2, þá tökum við þennan. Þetta margveldi í mínus þessa margveldi, þá fáum við þetta hér og til þess að finna það sem stendur í þriðju víddinni, talan sem er í þriðju víddinni, þá er þetta þessi hérna. Skiptir engu máli hvað aðferð er notið. Finnur? Já. Hvar færðu þennan B3 í hérna A1 B2 mínus A2 B3 með þinn aðferð? Þess að þú færð A1 B2 Já. Mínus A2 B3, en hvar færðu þennan B3 á? Já, þetta á ekki að vera 3. Það megi ekki vera neini þristar í liði sem í neðstu línu. Þetta er A1 B2 mínus A2 B1 og alveg svo hér. Sko. Þetta er bara villa, einföld villa. Takk fyrir. Þetta á að vera B1. Takk fyrir ábendinguna. Laga þetta strax. En við skulum snöggvast og okkur bara hérna til 2 vira í þrívídd
og krossfalda. Hérna vígur A, hérna vígur B. Það var mjög þægilegt að gera þetta í GeoGebra til dæmis. Og við skulum reyna að hafa það ekki mjög flókna, þannig ég geti teikna sæmilega myndaði, en þetta alltaf hugsað sem x-ás, y-ás og z-ás. Og við veljum okkur einhverja þægilega tölu, 1, það er gott að fá 0, og kannski 1 eftir x-ás, ekkert eftir y-ás og 1 upp. Svona. 1 eftir x-ás, ekkert eftir y-ás og 1 upp. Segjum þetta sé þá punkturinn A. Hérna. Og stöðuvígur hans A. Hérna, frá O. Þannig vígurinn, punkturinn A hefur alltaf liðina 1, 0, 1. Og hér skulum við draga upp þennan. Gefa hann einhverja þægilega tölur. Og svona kannski rauðan. Segjum að þetta sé 1. Eða það var lengra. Aðeins lengra. Svona. Það er þetta mikið. Kannski 1, 2, 3. Þetta er þá 1 eftir x-ás, 3 eftir y-ás og það setja sér 2 upp. 2. Og svona. Og þetta sé punkturinn B. Og við ætlum að tákna stöðuvígur hans. Þannig hérna. Þetta er þá OB eða litla b. Þannig þá 1, 2, 3. Og nú skulum við krossfalda. En við látum nú krossauminn. Þetta er 1, 0, 1. Hér tökum við að krossa þessa 2 saman og myndin sem við fáum mætti vera vigrið sem að stendur hornréttur á þessa 2. Svo getum við giskað allt í lagi ef við reynum að sjá þetta fyrir ykkur sem 2 vigra sem eru á einhverjum fleti, tíðum fleti. Eða stendur hérna upp úr þessu blaði hvernig sem maður nú teiknar það. Við skulum krossa, sjá hvernig þetta gengur fyrir sig. Hinn þetta er 1, 2, 3. Og finnst mér betra að setja þetta bara svona 1, 0, 1 og svo 1, 2, 3. Þá er ég komið við hana, svo þarf ég að bæta við 2 punktum enn. 1, 0 og 1, 2 og þá er maður fljótur að krossa. Þetta gerir maður bara oft svona á blaði. Svo kemur krossinn. Tökum við þessi sinnum þessi mínus þessi sinnum þessi. Ef við reiknum bara út 0 sinnum 3, 0 sinnum 3, mínus 2. Mínus 1 sinnum 2. Þannig að þetta er mínus 2. Þetta er mínus, þessi hérna, þetta er mínus 2. Svo næsti kross, hann er svona. 1 sinni 1, mínus 1 sinni 3, sem er líka mínus 2. Og svo þessi, 1 sinni 2, mínus 0 sinni 2, sem er 2. Það ég ætti að reyna, sem að nú ekki víst að takist vel, að teikna þennan vigur inn. Þá yrði hann, kannski bara bláan, þá yrði hann, já þetta er, þá getur ég skrifa svari hér, mínus 2, mínus 2, 2, ég var líka að skrifa svona, 2 út fyrir vigur, mínus 1 og 1. Þetta er kannski vel hægt. Ég var að fara 2, við farum að þennan, 2 eftir neikvæða x-ásnum, 2 eftir y-ásnum til vinstri og 2 upp. Þannig að hann ætti að vera hér eitthvað stað. Og þá þarf maður að láta þrívítin að hjálpa sér. GeoGebra gerir þetta allt ágætlega. Í GeoGebra þá
slæma þetta inn sem punkt, þennan sem punkt og þennan sem punkt og svo til skipurinn bara krossfeldi á íslensku eða cross-product á ensku. Það maður að slá inn punkt, svona fyrst inntakið með 1, svona, svo skrifa maður bara litla a og skrifa á íslensku vígur a, svona. Ef ég hefði snúið röðinni við átt þennan á undan, þennan kross yfir á undan, gefið og þennan kross á eftir, þá hefði ég á minnisblaðinu mínu sett upp dálkana akkúrat í hinni röðinni. Það sjáum við að hér hefði komið plús, plús og mínus. Og ef ég dregi þann út, þá kemur hann út úr blaðinu. Hérna var ég að herða, eða þennan bláa, og ef ég hefði snúið þessu við, þá var ég að losa. Tileg. Hvora aðferðina sem notið, þá ger ég bara ráð fyrir að fólk kunni þetta. Ég eftir, hafi aðeins prófað þetta. Hvort sem það notar það sem að leyfi mér að kalla naglaformúluaðferðina eða krosssauminn, það er að sauma sig niður, eða þessa hérna sem ég verið að sýna ykkur, svona í mörgum bókum, að þá skiptir það náttúrulega engu máli. En hérna ætlum við að sýna að ef við myndum krossvígur úr A og B og deplum annan þeirra, A eða B, við krossinn, þá kom út 0. Það er það sem við viljum að gerist. Hérna er A kross B, kallar þetta styttingar H, og við kross, hann verður þver á báða A og B. Það er ekki annað en að reikna. Þetta er kross og þetta er depill, þannig að þegar ég depla vígur við vígur, þá er ég að margfalda þessi sinnum þessi tala, skrifum hana hér, plús A2 sinnum þessi tala, A2 sinnum tala númer 2 í krossviðrinu, plús A3 sinnum tala númer 3 í krossviðrinu, og svo verð ég bara að reikna. Hér er náttúrulega margfaldur upp á liðum. Hérna sett ég liti á þetta, bara til að sjá að við fáum hérna plús og mínus til skiptis. Og ef að debil feldi tveggja vígra er 0, þá þýðir það að þeir eru þverstæðir. Og þetta er þá skiladæmi. Það sem ég ætlaði að sjá, ef hér kemur B1, B2, B3, það kemur líka á 0. Svo ætlaði æfa ykkur á þessu A kross A verður að vera 0. Síðan kemur hér eina af mikilvægastu reglunum og ég ætla að útskýra hana núna og svo held ég að við komumst ekki mikið lengra. Hérna höfum við hérna höfum við 3 víra. Við höfum tekið nokkuð mynd af þessu. Það er þessi mikilvæg. Og byrjum bara svona. Og sækjum okkur einhverja 2. Og það er slökk á svona tilkynningum. Þetta er A, segjum að B liggi hérna. Og hvað erum við að fá C? Hér. Það er 3 vírar. Hérna ætla ég að búa til samsíðung. Hérna ætla ég að búa til samsíðung. Það er önnur. Þannig, svona jú. Og hvað með? Það vantar mig flöt. Við komum með 2. Hérna get ég búið til. Hérna.
hér og hérna. Þannig kom kassinn. Það hitt ekki alveg hér. Þannig kassi. Ég stróki bara hnita á svona út. Bara fyrir. Það er nefnilega málið. Okkur er sama þá. Ef við víra, þá getum við reiknað rúmmálið. Og svona. B er hér, hér er B. Hér er A aftur og svo framvegis. En rúmmál þessa kassa er, ef við til dæmis veljum að láta þetta hérna vera grunnflöt, þá smíðum við fyrst vígur úr því. Hann heitir A kross B. Grunnflötur sinnum hæð, maður getur haft það í huga. Að ef ég depla síðan C við, þá er ég búinn að breyta tveir vígrar, vígurinn C og síðan krossvígurinn, þá er ég búinn að breyta þessu í tvær tölur, í eina tölu, sem er nákvæmlega rúmmál alls kassans samtíðungsins. Ef ég hefði valið þetta hérna, spannið af þessum tveimur vígrum sem rúmmál, fyrirgefið, grunnflöt, það er vígur en ég reyna að setja fram einhverja túlkun á hérna, á þessu sem við könnumst við, þá hefði ég verið með hvað? Ég þarf að krossa rétt á sömu áttun, C kross A. B kemur hérna fremst í röðina. Ja, þetta passar. B. Þetta er sama talan. Þetta verður sama rúmmálið. Og ef ég hefði valið B kross C, það er þá B hérna og B er aftur hér. Já, þá er ég að taka þennan hérna flöt sem grunnflöt. Og B kross C, þetta er rétt átt. Ef ég tek B kross C, tek æð og setja hérna fremst í röðina. Að þetta verður allt sama talan. Og við viljum líka einhvern tímann hafa gert þetta hreinlega. Þessi hérna tala verður síðan það sem er kallað ákveða fylkis. Og hvað er í fylkinu? Það er þessi vígrar. A, dálkurinn með tölunum A1, A2, A3, B og C. Á þessa tölu notum við þurfum að leysa fylkjajöfnur. Við ætlum nefnilega að gera það. Að þessari gerð hér. En maður má ekki bara segja svona. Maður má ekki setja svona fram. Þurfum að sanna það. En það er ekkert erfitt. Það er bara að reikna. Við veitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Og það er þetta nú að taka enda og hérna ætlum við bara að rétt að sjá hvað línu algebra kemur á góðu gagni og bara segja ykkur nákvæmlega hvert meginverkefni línulegar algebru eru, þetta er svo gott að heita. Númer 1 er að leysa jöfnukerfi eða jöfnuhneppi. Þá erum við jöfnur með mörgum línum og mörgum breytum. Það er að finna lausn. Hitt meginverkefni línulegrar algebru er svokallað eigingildi verkefni.
eigingildisverkefni. Það nú stórt í því vegna þess að þegar við samin þetta tvennt, þetta tökum við ekki fyrir stærðfræði 2, að þegar við saminum þetta tvennt, þá getum við farið að gera ótrúlegustu hluti, eins og til dæmis að leiða út jöfnu fyrir kvik kerfi. Það er að segja, vera með flóknar deildajöfnur, þar sem getum farið að leysa þær og láta eitt og annað gerast. Og eitt af verkefnunum sem við viljum gera er að fella ísmólum bara í box, svona. Mismikið í hvað. Svo frýst þetta yfir nótt, það verður að vera svolítill gaddur reyndar. Svo sjáum við það sem gerist hér, þetta einhvern veginn jafna sig. Og við ætlum að búa til MATLAB-skriftu sem sýnir það hvernig þetta gerist svona frá mínútu til mínútu. Hermum kerfið. Og svo getum við líka gert þetta þannig að við setjum bara 3 glös, fyllum þau af vatni. Að einhverju leyti, lítið í eitt, mikið í annað og eitthvað svo framvegis og þráð á milli og þá svona eins og það jafni sig á milli glasana, leki einhvern veginn á milli ráðana. Bara svona til þess að kynnast þessum hlutum. En lesið ykkur bara í gegnum þetta og þetta ætti alltaf vera tiltölulega þægilegt en tekur bara sinn tíma eins og stærðfræðin er.